Hefur þú einhvern tíma velt fyrir þér hvernig viðbrögð okkar við aðstæðum í lífinu verða að raunverulegum tilfinningalegum stormum? Hversu oft finnum við okkur í svepaðri aðstöðu, umvafin rugli, áhyggjum og ótta? Lífið getur verið óútreiknanlegt og aðstæðurnar sem við stöndum frammi fyrir eru stundum svo erfiðar að við vitum ekki hvaðan við eigum að byrja. En í raunveruleikanum eru skynsamleg hugsun og jákvæðni lyklar að því að sigla í gegnum þessa storma. Þegar við lærum af stjórna tilfinningum okkar, getum við bætt líðan okkar og fundið raunverulegu friðinn sem Guð lofar. Ellen G. White minnir okkur á mikilvægi þess að við viðhalda heilbrigðum tengslum við Guð, því í honum finnum við þann stuðning sem við þurfum þegar lífið er erfitt. Hún skrifar að við þurfum að nærast á anda Guðs sem gerir okkur kleift að takast á við erfiðar aðstæður. Þegar við höldum þessar tengingar lifandi, þá opnast leiðin fyrir okkur til að finna frið, jafnvel í stærstu ólgunni. Leyfðu hugsunum þínum að flæða eins og vatn þegar við förum í gegnum dýrmætt hagnýtt ráð til að styrkja trú okkar og tengingu við Guð í öllu sem gerist í lífi okkar. Við skulum íhuga hvernig bæn getur verið mikilvægt verkfæri í okkar lífi. Hvernig getur við notað bænir til að hjálpa okkur að stýra tilfinningum okkar? Ránar getur bæn verið eins konar innri samtal við Guð þar sem við opnum hjörtuð okkar og deilum okkar áhyggjum, kvíða og vonum. Þegar við beinum hugsunum okkar að Guði, þá beinum við einnig orku okkar í þá átt að finna frið, frelsun og úrræði. Hugsanir okkar hafa ráðið því hvað skilur okkur í sundur og hvað sameinar okkur. Því er mikilvægt að við veljum að hugsa jákvætt, jafnvel þegar aðstæður eru erfiðar. Ellen G. White segir að með því að treysta á Guðs leiðsögn getum við náð frið í ólgandi lífi. Þegar við samþykkjum að Guð sé við okkar hlið, getum við dýpkað tengslin og leyft honum að stýra okkur í gegnum stormana. Hversu oft hefur hugarfarið þeytt áhrif á dagþjálfunina? Þegar við veljum að sjá ljósið í hverju daglegu ferli, jafnvel þó það sé lítið, þá auka þau jákvæða tilfinningu. Jákvæð hugsun er ekki bara auðveldar viðhorf, hún er einnig andlegt innblástur sem leiðir okkur að framkvæma góðverk, trúa á vonina og deila henni. Leyfðu mér að hvetja þau til þess að stíga skref áfram. Þegar næsti tilfinningalegi stormur kemur að, skaltu staldra við og átta þig á því að Guð er með þér. Takku skrefið til að tala við hann það sem þér er á hjarta. Leitur samverustundir þínar með Guði vera forgangsatriði, hnett orbitaráð og leyfðu honum að leiða þig inn í dýrmætt viðhorf sem umbreyti lífi þínu til hins betra. Þó að lífið sé fullt af áskorunum, munu þínar tilfinningar hlaupa ef þú treystir á stuðning Guðs. Með því að styrkja tengslin við hann, munum við finna þann frið sem fer í gegnum allar aðstæður. Næst skulum við skoða hvernig þessi hugmynd tengist biblíulegum stöðum sem leiða okkur áfram í þróun okkar. Í biblíunni í Rómverjabrefinu 15:13 segir: Guð vonar sem fyllir þig að öllum gleðim, fríði og trú ársins svo þú getur verið ríkur í von með krafti heilags anda. Þessi orð minna okkur að von er ekki aðeins skammtímaskap heldur frymdugt undirstöðu skilyrði fyrir yfirlýsinga fríð og gleði. Aftur á móti er trúin svo líði sem leyfir okkur að opna þig til nýra möguleika. Þegar við treystum á Guð, fylgjum við leiðsögn hans, heldur fast í því sem er jákvætt og hugsunarflæði. Ellen G. White talar mikilvægi fjarlægra hugsana og mikilvægi þess að byggja upp tróst á Guði. Því einmitt þá finnur maðurinn þann frið sem við leitum að. Hugtakið að víkka huga okkar er svo mikilvægt. Þegar við hugsum hvað það þýðir að víkka huga, þá er það svona: að opna hjarta okkar og leyfa Guði að smita gegn innra hugarfari og tilfinningum, setja hugan í frjálsar sköpunargafur. Það er að skapa rými fyrir allar þær hugsanir sem eru góðar, hagnýtar, jákvæðar og kærleiksríkar. Hversu oft hef ég að vonast í dýrmætum kraftum sambandsins? Það er gagnlegt að rækta þessar hugsanir af því að faðma kærleika Guðs skapar skilyrði fyrir meira kærleiksumhverfi þar sem við getum öll blómstrað. Í því samhengi eru daglegar bænir okkar þrýstingur fyrir innri fríð. Mikið er talað bæn sem lífsneið sem getur breytt aðstæðum okkar í öllu.
Samkvæmt innblásna höfundi þurfum við ekki óþarfa flókin orð í bænum. Við eigum bara að opna hjarta okkar og tala eins og við værum að tala við besta vin. Bæn er svo grunnlíf okkar. Þess vegna skiptir máli að við fáum hvatningu að venda okkur í bæn, sérstaklega þegar erfiðleikar standa fyrir dyrum. Að einbeita sér að kærleika Guðs er svo mikils viði, því að í þeirri orku leitum við tilfinningalega styrkleika sem koma frá aukningu okkar, trú á betur daginn eftir, lengra fram í tíman. Það er dýrmætt að kenna frelsunina eins og Ellen G. White bendir á. Hún minnir okkur á að frelsuð gleði skapar ekki aðeins ró í huga okkar, heldur einnig góðar tengingar við aðra. Þegar við erum frjálsir innanfrá, berum við þá hlýju í okkur sem hvetir okkur til þess að varða vegi annara, leggja hjálparhönd. Þegar við íhugum dýrmætari tengsl okkar við Guð, leifum við honum að leiða okkur inn í fjarlæga hugsanir, okkur til tilfinningalegra endurhæfinga. Og í því felst umskipti. Þegar stormurinn styrkist og stormsins veður veifast, stendur Guð við hliðina á okkur, tilbúinn að fylla okkur með fríði. Leifðu mér að minna þig á að trú er skapandi kraftur. Það getur í raun valdið því að raunveruleg mistök gerast, vegna þess að hreyfingin í hjarta okkar endurspeglar hvar við trúum á. Svo þegar við treystum Guði, veitum við gæfu til að sjá fólkið í kringum okkur auðmýkt og kærleika. Þannig fylgjum við slóðum þolinmæði yfir vandamálum, þessum stormum og meðal verkefnana sem bæðu upp í daglegum lífi. Nú, eftir sagðir frásagnir, skulum við ígrunda áhuga okkar næst til að læra af þessari hugtakaferli. Það er ekki aðeins mikilvægt að dýpka tengslin við Guði, heldur er jafn nauðsynlegt að skapa sambönd við fólki kringum okkur. Þó við megum rekast á hindranir, má ekki gleyma öðrum sem hafa sömu baráttu og við eigum. Byggjum því upp dýrmætt tengsl, ráðstefnur trúa, bænartíma og deilum áhyggjum okkar. Að lokum vil ég hvetja þig til að vera opinn fyrir því að Guð er til í öllum aðstæðum. Þegar við veljum að hafa samband við hann, fáum við leiðsögn og hvata til að takast á við erfiðleikana. Það er þess vegna sem við þurfum og eigum að stilla samverustundir okkar með Guði í. Átta okkur á því að kærleiksríkt samband er sterkara en allt, því í því felst máttur friðar. Það er ekki staður fyrir ótta, heldur skrifuð yfir blómstrandi kærleika. Við málum umstormaða svæði eins og bænartími, kennslufundir og daglegar íhugun. Hér er ekki að draga úr mikilvægi þar sem engar hindranir í okkar lífi standa í vegi fyrir okkur þegar við sætum okkur við að leita Guðs. Saman myndum við mynda friðrafar sköpunar og sköpunarlaus sem við leifum Guði að fylla okkur með. Hvað er þá kostnaðurinn? Það er að leita Guðs fyrir að við erum í húði til að vona og læra sem skapar ferli friðar. Verum því fulla von, öll. Í þessum breytingum sem við tökum á okkar eigin lífi er mikilvægt að við forgetum ekki að deila þessari kærleiksríku reynd af því sem við höfum upplifað. Ellen G. White hvatt okkur til að vera lifandi vitni Guðs kærleika í lífi okkar. Þegar við speglum kærleika hans í veruleikanum getur það haft djúpstæð áhrif ekki aðeins á okkar gæfu, heldur einnig á líf annara. Þegar við horfum á umhverfi okkar er gott að íhuga hvernig við getum skipt máli fyrir aðra. Það er ekki aðeins okkur sjálf. Okkar hluti í samfélaginu er mjög mikilvægur. Með því að vera meðvituð þarfir fólksins sem við erum krengt, getum við veitt aðstoð og stuðning sem byggir á kærleika. Þetta getur verið frá því að veita hlýjan faðm til þess að deila bæn eða hugsum saman mál sem eru í fyrirlíðunum. Svo skiptir máli að hvetja hvert annað, þannig að við getum vaxið í kærleika Guðs. Í Hebrebrefinu 10:24-25 stendur skrifað: og láta skynja hvorn öðrum til þess að hvetja til ástar og góðra verka, svo að við veltum ekki fyrir okkur að koma saman, eins og sumir, heldur hvert annað og því meira sem þið sjáið að dagurinn er að nálgast. Hér er tilmælið skýrt, við eigum að stuðla að samstöðu og samhug, því að við sjáum hvað þörfin er mikil í heiminum í dag. Hvernig getum við hjálpað, hvernig getum við styrkt hver annan, hvernig getum við verið ljós í lífi annara. Að vera hluti af trúarlegum samfélagi gefur okkur dýrmætt tækifæri til að styrkja tengsl okkar en einnig til að hjálpa öðrum.
Það kallar á að við stillum okkur upp og erum samnefnari, hvetjum hvert annað, þægir hinnar dýrmætustu uppörfun í nauðsynlegum aðstæðum. Hugsanir okkar kærleika geta leitt okkur að aðgerðum, en aðgerðir eru þær sem skiptast á í raun. Aðgerðir í kærleika leiðir okkur líka að því að takast á við okkar eigin tilfinningar. Þegar við deilum okkar eigin stundum er ekki aðeins auðvelt að finna stuðning í öðrum, heldur sigrum við eigin afrek. Við getum þá aflað okkur frekari styrks til að brjóta niður hindranir. Í Guðs návist verðum við öll sterkari og jafnvel þegar við skynjum veikleika erum við í raun að afhjúpa þá andlegu veru sem býr í okkur. Viðskiptin við trúnarverkið verður að leiða í kærleika sem berst í meira, í samveru. Við eigum að vera opin fyrir því að í gegnum samveru okkar við aðra getum við einnig reist upp. Með því að bjóða fyrirgefningu, sýna þolinmæði og skila góðvild, þá skiptum við dýrmætum kærleika. Það skiptist á ánægjum og eprelsing í þrengingum. Hvernig geta þeirra órangur einnig speglast í okkar eigin fáguðu lífi? Þetta er mikilvægur staður til að íhuga. Auk þess að skapa tengsl er líka nauðsynlegt að við fóðrum eigin innri hugarfar. Þegar við finnum fyrir erfiðleikum í tengslum með aðra, skulum við skoða okkar eigin hugarfar. Hvernig skiptum við? Hvernig hvetjum við? Kannski verður í ágefð, en hvort holdgerðist hugur þinn og hjarta. Stundum getur eigin raddir okkar tekið stjórnina. Þá er mikilvægt að staldra við, íhuga hvernig við getum byrjað með því að leita að kærleika Guðs og deila því við aðra. Í Rómverjabréfinu 12:9-10 segir: Kærleikurinn sé hreinn, hafið hrygð á illu, haldið fast í því sem gott er. Verið við hvert annað í bræðralagi, verið kærleiksrík hver við annan. Þetta eru ekki bara orð, heldur leiðbeiningar hvernig við getum lífað okkar lífi. Kærleikurinn er ekki bara hugtak, heldur leið sem hægt er að dýpka. Þegar við fylgjum því, leifum við Guði að vinna í gegnum okkur í samveru. Svo skulum við sjá hvert annað í þessari ferð. Það er mikilvægt að bæta mótspyrnu, hvetja hvert annað til að skera í gegnum jafnvel langar þokur á vegi lífsins. Með raunsægi hverjir við erum, sigurum við erfileikana og getum lifað lífi í kærleika, því að vera ljósið er heillandi ferð. Munum að lögmál kærleikans dregur í sér að við komum saman í bæn, í umhyggju og berum með okkur hina dýrmætustu minningu. Slíka kærleika er frumlegur í lífi okkar. Gerum þessa samveru okkar að forgangsatriði svo að við stöndum saman á þessum djúpa vegi okkar í kærleika. Meðan brauðópan stefnir í framkvæmd skulum við árétta fyrirgefningu, kærleika og samheldni. Þannig myndum við rétta hlýju í því kaldara lífi. Þegar við fjárfestum í kærleika, leifum við Guði að mynda bómut lífs okkar, knýja fætna til að breyta heiminum í kærleika. Leifum því Guði að vera ástæðan fyrir því að við eigum að leiða aðra í kærleika. Þannig gerum við ekki aðeins okkar eigin líf ríkara, heldur orð Guðs lifir, fer yfir til að styrkja öll nánara tengslinum okkur. Tökum þetta skref saman í kærleika. Í þessari ferð okkar, þar sem kærleikurinn er leiðin, er mikilvægt að rifja við rúmu á ýmsum þáttum lífsins. Hver einn af okkur ber ábyrgð af því að vanda okkur við að skapa andrúmsloft sem stuðlar að friði, vináttu og trausti. Í Salm 133:1 segir: Fagurt er að bræður getja sameinum og sveitina sefi það skynjar. Það að vera saman, að stofna til trúarlegra tengsla, er ekki bara nauðsynlegt, heldur átt að vera innblastur. Við verðum að heyra í hjörtu þeim skilaboð, verða venja og innri rödd sem kalla á samveru í kærleika. Sú spurning að hvar beinum við athygli okkar verður gríðarlega mikilvæg þegar við hugsum sjálf okkur. Hvernig spyrjum við Guði leiðir til að veita kærleika, leiða í gegnum erfiða tíma? Þau álit sem við höfum á okkar eigin kröfum inniheldu í þessu skynjunarferli mikilvæga spurningum. Hvernig get ég leitt kærleika inn í daglegt líf mitt? Hvernig get ég deilt ljósinu mínu við aðra? Hugum að því þegar uppkemur efi eða óvissa. Þær tilfinningar geta oft komið fram. Því skiptir máli að hafa skýra sýn þegar við sætum ávandamálum. Í Guðspjalli Matteusar 5:14-16 segir: Þér eruð ljós heimsins.
Borg sem liggur á fjalli getur ekki verið hullin. Einnig, þegar þið tendrið ljós ykkar, setjið þið það ekki undir mælis, heldur á ljóssker, svo að það lýsi öllum í húsi. Þetta er dýrmætt áminning það að við erum kölluð til að vera ljós í lífi annara. Ef við lifum lífi yfir í kærleika, munum við bjóða veðri, ró og von í umhverfinu. Daglegar athafnir geta verið auðveldar leiðir til að bjóða aðra inn í kærleika. Þegar við veljum að mæta hver öðrum með auðmýkt, þá munum við skapa umhverfi þar sem fólk heldur að við bíðum á. Þannig getur kærleikurinn breytt örlögum okkar. Allt frá því að skila hjálp, sýna áhuga eða einfallega stíga eitt skref í að veita góðan orðaflokk eða faðma, er þetta sama kærleikandi aðferðin sem getur haldið út okkur. Að deila persónulegum sögu okkar er líka mikilvægt í þessum anda. Þegar við opnum okkur erfiðleika okkar og hvernig Guð hefur verið aðstoðarmaður, þá verða fleiri opinskátt að sigrast á sínum eigin ótta og ranghugmyndum. Enginn er fullkominn, allir eru á ferð. Sögu okkar einkennast því af sigrum en innir tapum. Með því að deila því felur það í sér bæði óskir okkar og breytingarnar sem hafa orðið. En svo Ellen G. White segir, að trúa á Guði er að hlaða sig með krafti kærleika sem kann að gera undur og frelsi, ekki aðeins fyrir sjálfan sig, heldur einnig fyrir aðra í kringum sig. Kærleiki er kraftur sem streymir frá Guði okkur, við erum lokasýning þeirra andlegu tíma, jafnvel þessara smáu framferðum sem nauðsynlegar eru í því að lifa lífi þar sem við berum umhyggju okkar fyrir öðrum. Svo kallar kærleikurinn líka á ábyrgð okkar. Þegar við hugsum hvernig okkur líður, allar gerðir húgarfars munu hringja til þín og draga í samveru. Þetta er ástæða þess að við þurfum að halda áfram að leita að Guði, að biðja að gefa okkur visku til að meta þær umræður sem við komumst í. Þannig erum við styrktari við að móta samfélagslegt tengsl, skapandi heiður það sem við gerum. Í tímum myrkurs liggur í því líka að trúðin okkar er í örum. Við megum ekki gleyma að hugsa Guði í því samengi, því að Guði er framandi, hann er að fara að vísa okkur í gegnum hindranir. Þegar við erum í erfiðleikum er oft freistandi að draga okkur tilbaka. En rétt eins og við skulum leita Guðs í góðum tíðum er þetta þörf í erfiðleikum líka. Starfið sem við tökum að okkur skapar ekki eina, heldur stækkar líka hið andlega svæði okkar. Þegar hugur okkar verður viðkvæmur, varðandi náunga míns og líf erfiðara, skulum við leita að Guði. Með því að biðja að losna við okkar erfiðleikarnar og fá aðstoðina sem við þurfum, stækka við okkur kærleika sem er í sífellu að breytast, upp, áfram, í Guði í kærleika, verðum við að leita til hans, biðja leiðsögn hans og leyfa honum að opna augun okkar fyrir frelsi. Munum að jafnvel í svo mikilvægum aðstæðum erum við aftur staðin út í kærleika. Á hverjum degi höldum við áfram að leiða í kærleika, treysta á Guði og leyfa honum að vera okkar veigar, því að í öllu sem við gerum erum við að leita að guðlegri leiðsognar í gegnum okkar feril. Eru ekki bara svör, heldur erum við andar, líkamgengnir í kærleika. Látum þessa hugmynd fleitja áfram, kalla á hugsanir og framkvæmdir. Takið þessa tíma í samveru til að íhuga. Hvernig getum við leitt kærleika inn í daglega lífið, en munum að Guði er höndin að hjálpa öllum með heilmiklu í lífi okkar. Eru ekki bara svör, heldur erum við andar, líkamgengnir í kærleika. Gestum í kærleika, sínum umhyggju, verðum að félögum í Guðs leiðsögn, við munum ekki jafnvel trúa. Kærleiki er þannig, munum við á þessa dýrmætum lögmál sem leiða okkur nauðsyn á. Hugið áfram saman. Kærleikurinn í sínum rétta skilningi er ferðalag sem krefst mikils. Þegar við lítum inn á við, gerum við okkur grein fyrir að kærleikurinn kallar á hugrekki, úthald og að sjálfsögðu trú. Þetta er ekki bara að vera sammála eða sýna hlýju, heldur að gera valdskipt, að skeina okkur hreinar og djúpar ástæður í sambandi okkar við aðra. Það er nauðsynlegt að byggja þetta á trusti og að þessi kærleikur sé alltaf á vegu okkar. Í bréfi til Rómverja 13:10 stendur:
Kærleikurinn skapar ekki illt, sem í raun minning hve mikilvægt það að vernda samband okkar við guðdómleg gildi. Kærleiki gerir okkur kleift að skila væntumþykju, örlátni og umhyggju. Það ekki aðeins að elska þá sem elska okkur, heldur einnig að gefa af okkur sjálfum, að styðja og hvetja þá sem það þurfum. Þegar við leyfum kærleikanum að úthella frá okkur, breytum við heiminum í kringum okkur. Við þurfum einnig að viðurkenna að líf í kærleika oft ekki auðvelt. Við mætum hindrunum, óvissu, jafnvel mótspyrnu frá öðrum. En rétt eins og Jesús sagði, elskið þá óvinina yðar, blessið þá sem bölva yður, gerið þann góða sem ræðir yður, þá munu þér verða sýnir föður yðar sem á himnum. Matteus 5, 44-45. Þetta hvatning til að elska, jafnvel þegar það erfitt og að leita til Guðs í gegnum allar aðstæður. Kærleikurinn krefst gjöf, úthalds og oft hugrekki. Þegar við horfum á samböndin í okkar lífi, skulum við íhuga hve mikið við tilbúin að fórna fyrir aðra. Í Rómverjabrefinu 12:1 sagt: Ég bið yður, bröður, fyrir upplifun Guðs, að þér frífið líkama yðar fram í heilagri og þægilegri þjónustu, því að þetta skynsamleg þjónusta yðar. Þegar við gefum af okkur sjálfum, höfum við ekki einungis eigin umhyggju á huga, heldur leggjum við líka okkar eigin þarfir til hliðar fyrir okkar náunga. Munum að kærleikurinn einnig mikilvægur í mótun okkar eigin trúar. Þegar við treystum á Guðs leiðbeiningar, leyfum við kærleikanum að koma inn í lífið okkar, berum áminningu að Guð elskaði okkur fyrst. Kærleikurinn grundvöllurinn sem við byggjum trú okkar á. Þeim mun meira sem við leyfum kærleikanum að leiða líf okkar, þeim mun sterkari verður okkar tenging við skapara okkar. En oft verðum við að tækla erfiðleika og áskoranir í lífinu. Þegar við finnum fyrir einangrun eða skynjum ósamræmi, skulum við ekki gleypa okkur í synd viðhaldsins. Í stað þess að draga okkur tilbaka, skulum við leita að Guði. 1. Pétursbrefið 5:7 segir: Leggið öll yðar vandræði á hann, því að hann hefur umhyggju fyrir yður. Þar við minnt á að við ein. Kærleiki vonar á sér stað og ytir á mannskap. Í Tímonabrefi 1:5 segir: En markmið þessa boðunar kærleikur af hreinu hjarta, góðri samvisku og óskadrarri trú. Það mikilvægt að átta sig á því að kærleikurinn kemur í fyrsta lagi sem grundvöll allra þjónustu okkar. Það ekki niðurstaðan þau verk sem við gerum, heldur ástæðan fyrir því hvers vegna við gerum þau. Kærleiki breytir öllum okkar áformum, því að hann sá kraftur sem drífur aðgerðir okkar. Í myrkri heimi, þar kærleikurinn. Leyfum ykkur að vera ljós í þessum heimi með því að sýna öðrum, ekki aðeins fyrri, frekar máttugu í kærleika, þarfnir og úthalds. Að hverjum degi verðum við að finna leiðir til að elta kærleikan, að hvetja, gefa og skemmta okkur sjálfum við aðra, þannig að kærleiki okkar verði stríð. Gagnrýn heimur þarf kærleika okkar, sérhvort sem í veruleikum, í erfiðum stundum, í glettnum og jákvæðum skemmtunum. Þegar við byrgjum kærleika við einnig að sýna innblástur annara, að leiða, að bera björgun í fjarlægum leiðumbeiningum. Kærleikurinn hefur ekkert endamark, því að við skýtum í að halda fram og vísa í glenn, áljósið stendur fast og staðfestri ástarfa. Að lokum biðjum við að leyfa kærleikanum að verða hluti af öllum okkar ákverðunum. Skulum við taka ábyrga þátt í að mynda umgjörð sem leyfir kærleikanum að blómstra. Svo, þegar við verðum ásætlingar í kærleika Guðs, getum við þá slegið okkur niður, feyjum af því að kærleikurinn getur veitt okkur frelsi til að lifa sem hans þjónar, sem birtingarmynd hans. Svo skulum við sameina hjörtu okkar í þessari bæn. Heilagi Guð, leið okkur í gegnum erfiðleika. Gerðu kærleika að kjarna okkar. Opnaðu hjörtu okkar svo að við getum verið dýrmætir, hvetjandi og auðmjúkir í öllum okkar samskiptum. Við biðjum að kærleikurinn verði líf okkar, þjónusta okkar og sýn frá okkur. Amen.
Við skulum nú dýpka þessa hugleiðingu kærleika og mikilvægi hans í lífi okkar. Kærleikurinn ekki aðeins tilfinning, heldur hann einnig vali okkar, ákvörðun sem við tökum á hverjum degi. Þegar við veljum að elska, opnum við dyr að nýju sjónarhorni þar sem samkennd, hógferð og þolinmæði verða grundvöllur samskipta okkar. Kærleikurinn hefur þann mátt að frelsa okkur úr myrkri, að leiða okkur að því að vera betri manneskjur og skapa samhug á milli okkar. Í þessari umfjöllun viljum við einnig ræða skref í því hvernig kærleikurinn getur breytt lífi okkar. Í fyrsta segjandi, Korintubrefi 13 lýstur kærleikurinn sem þolinmóður, kærleikurinn góðlyndur, kærleikurinn öfgar ekki, skammast sín ekki, leitar ekki eigin hagsmuna, heldur gleðst í sannleikan. Þetta segir okkur að kærleikurinn ekki aðeins rétta sjálfsgagnínin, heldur hann einnir andleg lyfting. Þegar við þurfum að standa við hliðina á öðrum til að hlusta á sársauka þeirra og gleði, þá leggur kærleikurinn trost á okkur. Hugsum hversu miklar breytingar geta átt sér stað þegar við ákverðum að vera kærleiksfullt. Þegar við smitum og þáttum kærleika inn í okkar daglegu líf, breytist deginum okkar. Kærleiksáætlun okkar getur verið eins einföld og að bjóða nágranna kjara honum súpu þegar hann veikur, að senda texta til mannesku sem okkar hugsa eða að bjóða fólki í bekknum að koma í kaffi. Þetta smá atriði en þau saman skapa nerkingu í lífinu okkar. Kærleikurinn ekki aðeins til að veita, heldur einnig til að taka. Þegar við opnum hjörtuð okkar og leifum okkur að taka á móti kærleikanum frá öðrum, sköpum við líka tengsl. Íkveikjan kærleika ekki einhliða. Það krefst að við séum opnir fyrir því að taka á móti stuðningi, kærleika og huggun sem kemur frá öðrum. Hvernig má kærleikur sem við að upplifa skapa rými fyrir aðra til að reyna á hann? Það fágætt og mikilvæg spurning. Í kaldri veröld þar sem oft geitur greindar, skulum við verða þau ljós sem að fróar lesa kærleikan. Tökum til okkar að sýna umhyggju í smáu, sjáum fólkið í kringum okkur og deilum kærleika okkar af hreinskildni. Þess vegna munum við skynja munin. Kærleikurinn mun skila sér, græðir sárin og stuðlar að heilsu hvers og eins. Við skulum einnig íhuga áhrif kærleika á okkur sjálf. Það mikilvægt að við vitum að þegar við elska aðra, við líka að elska okkur sjálf. Kærleikurinn hringur af styrk og kærleika sem eykur sjálfstraust okkar. Það ekki bara að gefa, heldur einnig að þiggja þann kærleika aftur frá Guði og öðrum. Mörgum sinnum gleymum við að við líka þörf á kærleika annarra, okkur hinna sem liggur í skugga og þetta dýrmæt áminning. Í Jóhannesarguðspjalli 13:34-35 segir Jesús: Aftur gef ég yður nýtt boð, að þér skulið elska hvert annað. Eins og ég hef elskað yður, skuluð þér einnig elska hvert annað. Þessar einföldu en dýrmæt orð krefjast þess að við hugum að því hvernig við elskum umhverfis okkar. Kærleikurinn slær okkur ekki aðeins til að bjóða ýmislegt spennandi, heldur einnig meira en það, hann býr til samfélag. Spurningin sem við þurfum að spurja hvernig get ég verið trúverðugur í kærleika til samstarfsfólks, fjölskyldu og vinum? Að rannsaka hjarta okkar getur verið forsenda þess að öðlast meiri kærleika. Hver þeirra sem deilir kærleika verður samstarfsmaður í að skapa fríð, gaman og hamingju. Kærleikur oft kallaður til á erfiðum tímum þegar sárir kærlaga dreifast heiminn. Þetta minnir okkur á mikilvægi þess að vera áreyndur og hverfi til Guðs í bæn sem betur hagnýtt afl. Kærleikið okkar verður beittur gegn feigð, vonleysi og hræðslu. Kallum við á kærleika í allt líf okkar. Rífum múra, höfum frjálslegar umræður umfram fortíðina. Kviknar máttur sem á eftir fer með kærleiksverki sem skiptir allt. Fólk að sjálfu sér, einhleypir og einangruð þarf á kærleiknum að halda. Aftur á móti, þegar kærleikurinn nær dýrmætt, það skref upp á við þegar hópur lítils frekar máttugs eykst. Að lokum skulum við minnast þess að kærleikurinn ekki aðeins til að koma hjá okkar eigin þörfum, heldur líka til að leiða, hvetja og styðja aðra.
Hann er kærleiksbrunnur sem hlúir að fólki í þörf. Skulum við bjóða öðrum að deila ást Guðs, þannig að þau verði einnig full af kærleika, breytingu og von. Svona getum við staðfest Jesú orðum þegar hann kallar okkur: hvað sem þér gjörið einum af þessi minnsta eða mín, það gjörið þér mér. Leyfðu okkur í dag að biðja: Faðir, gefðu okkur hugrekki til að skýra kærleika okkar, til að gefa af okkur sjálfum og þiggja kærleika frá öðrum. Kenndu okkur að það að elska er bæði að gefa og þiggja og að vera trúföst í kærleika. Leyfðu okkur að vera ljós kærleikans í myrkur þessara heims. Amen. Haldið kyrrt, elskulegir vinir, og leyfið kærleikunum að leiða ykkur áfram. Kærleikurinn er að lokum styrkur sem við þurfum að dýpka vináttu okkar og tengsl á milli. Þegar við einbeitum okkur að elska, gerum við okkur grein fyrir því að kærleiki er ekki aðeins tímasett, heldur er hann sífellt ferli. Hver einstakur dagur er tækifæri til að endurmeta hvernig við sýnum kærleika, bæði lítilega og stórlega. Við höfum öll reynslu af því hvað kærleikur getur breytt, ekki aðeins í okkar eigin lífi, heldur einnig í lífi annara. Þeir sem lokast í sársauka og einsemd þurfa á kærleika okkar að halda. Á hverjum degi, í hverju samtali, getum við spurt okkur sjálf: hvernig get ég verið kærleiksfullur í dag? Er það að hringja í vin sem hefur átt í erfiðleikum, eða að skrifa fallegt skilaboð til fjölskyldu okkar sem við höfum ekki séð lengi? Það eru svo margar leiðir til að sýna kærleika, hvort sem það er í smáum aðgerðum eða stórum, þar sem kærleikurinn er aðalatriðið. Kærleiksverkin eru smá vöxtur af Guðs áætlum og hver smá gjöf hefur mátt að breyta heimunum. Í Rómabrefi 13:10 segir: kærleiki gerur ekki illa að nágrannanum, því að kærleiki er fullnægja lögmál. Þannig minnum við okkur á að eiginlegur kærleiki þarf aldrei að óttast. Þegar við lifum í kærleika, í sönnum samhjómi, leitum við í trest, viðbrögð, samúð og mýkt. Við erum úthaldsmyndar þess kærleika sem kemur frá Guði sjálfum. Margar áskorunir fylgja kærleikanum, en hver áskorun er líka tækifæri til að dýpka skilning okkar. Hefðu hugsað að fyrirgefning sé einnig mikilvægt í samhengi kærleika? Okkar allra einlægasta kærleikur mun krefjast þess að við fyrirgefðum. Þegar við leyfum okkur að halda í fyrri sár og sár, þá hindrum við kærleikin í líf okkar. Kærleikurinn til að komast yfir þessa hindranir getur veitt okkur frelsi. Það er staðfesting þess að við erum ekki föst í fortíðinni, heldur virðumst vera opnir fyrir framtíðina og þeim krafti sem kærleikurinn hefur. Í hvert sinn sem við gefum kærleika erum við líka að þiggja kærleika. Þetta er tvíhliða ferli og á að vera. Að vera opið fyrir því að við erum ekki ein. Við erum öll mannleg, þurfum kærleika, stuðning og umhyggju. Ef við leyfum okkur að dýpka þetta ferli, neyðumst við til að leita meira í gegnum þjónustur okkar í kærleikanum. Að lokum skulum við ræða kærleika í okkar daglega veruleika. Hvernig getum við beitt kærleikanum í venjulegu lífi? Það er í hversdagslegum aðstæðum sem kærleikurinn skín skýrt. Við erum fólkið sem getur veitt kærleikanum þann hlýju sem hægt er að kæla varnarslæjar að. Hugsum hvernig við getum sýnt kærleika á vinnustað, í skólanum eða í hversdagslegum ferðum. Ef við þurfum að deila hugmyndum okkar kærleika, getum við einnig haft áhrif á fyrirkomulags og aðferðir fólks. Verðum kallað til að vera ljós kærleikans yfir allt sem við gerum. Kallaðu í dag á kærleika og leyfðu honum að leiða þig áfram. Skaltu hafa í huga hvaða skref þú getur tekið til að sýna kærleikan í aðgerðum. Engum er of seint að byrja, því kærleikurinn er alltaf nýjur og freskur. Vertu þinn eigin kærleikur, elskuðu sjálfan þig, hjálpaðu öðrum og láttu kærleika Guðs skína í gegnum alla þína hugsun og aðgerðir. Við biðjum þig að leiða okkur í tímum þegar við þurfum því að næra kærleika frekar en að skaða. Amen. Svo skulum við halda áfram á þessari vegferð, elskulegir vinir, og leyfa kærleikunum að leiða okkur í gegnum lífið. Saman getum við breytt heiminum, eitt skref í einu með kærleikan í huga.